Reiknað með að langvinni sjúkdómar verði mikið heilsufarslegt vandamál í framtíðinni með tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið og skertum lífsgæðum fólks. Vilmundur Guðnason, prófessor við læknadeild og yfirlæknir hjá Hjartavernd, hefur ítrekkað vakið heimsathygli fyrir rannsóknir sínar á langvinni sjúkdómum. Vilmundur beinir þessar mundir sjónum að slíkum sjúkdómum í líffærakerfum eins og heila, hjarta og stoðkerfi með nýrri tækni á sviði myndgreiningar. Hann vill finna sjúkdómseinkennin löngu áður en einstaklingarnir finna minnstu fyrirboða. Þetta geti virst svipað og að leita að nál í heystakki. En fyrir kannski hvert eitt áfall eru 15-20, jafnvel meira einstaklingar sem eru með samskonar mælda áhættu en munu ekki fá áfall. Þannig að til þess að þurfi ekki að einbeita og eyða öllu fé okkar í allt þetta fólk, þá höfum við komið með aðferðafræði til þess að reyna að finna einstaklingar sem eru með klárar vísbendingar að vera í þessu tilviki komið með sjúkdóm til þess að geta þá einbeitt okkur að því að beita einhvers konar forvörnum eða einhverjum aðferðum til þess að seinka þróun þess sjúkdóm eða jafnvel að koma í veg fyrir hann þróist áfram. Stór hluti fólks lifir af áföll en þeim fylgja þjáningar og dýr meðferð. Því mikilvægt að finna fólk í áhættuhópum snemma á lífsleiðinni en það ekki einfalt verk. Allt bendir til þess að við getum náð kannski 30, 40, 50% af þessum einstaklingum með okkar nálgunum og það sem aðal ávinningurinn kannski þar að við erum að finna þessa einstaklinga 20, 30 árum áður heldur en að þeir fá áföll eða nokkrar aðrar vísbendingar eru sjúkdóminn og aðal lykillinn í þessu auðvitað að skoða þá með myndgreiningu. Við getum ekki skoðað alla en við erum með leiðir til þess að finna hverjir eru langlíklegastir til þess að hafa einhverja æðasjúkdóma og erum núna meðal annars að setja upp með heilsugæslunni svona pilotverkefni til þess að reyna að sjá hvort þetta virki nú ekki eins og skyldi. Vilhjálmur Steingrímsson, læknanefi, vinnur við hlið Vilmundar að því að smíða áhættureikni fyrir eldra fólk. Hann gæti gagnast við að grípa inn í þróun kransæðasjúkdóms. Það hefur verið notast við áhættureikna sem hafa verið unnur úr gögnum frá fólki á aldrinum 30–65 ára en það hefur verið vöntun á og lýst yfir þörf á áhættureiknum sem hefur verið unnin úr gögnum frá eldra fólki. Öldrunarsund Hjartaverndar hefur í gangi núna í næstum 10 ár og núna eru við tilbúnir til þess að vinna úr gögnunum og vinna slíka reikni. Vilhjálmur segir að áhættureiknirinn geti tafið hjartaáfall nokkur ár og þannig aukið lífsgæði aldraðra og létt byrði af heilbrigðiskerfinu. Vilhjálmur hlaut nýsköpunarverðlaun forseta Íslands fyrir þetta verkefni. Hann lauk BS-námi í stærðfræði sem nú kemur að góðu haldi í læknisfræðinni. Þegar ég var að klára stærðfræðina þá var ég að hugsa hvað ég ætlaði að gera í framhaldsnámi og í rauninni hvað ég ætlaði að nýta stærðfræðina í. Og fór alltaf að hallast meira og meira að nota þá kannski tölfræðina í læknavísindum eða lífvísindum. En svo varð ég nú bara meiri hugfagnari af sjálfum lífvísindunum og læknavísindunum og ákvað það að væri best að fara bara í læknisfræðina. En ég sé ekki eftir þessum 3 árum í stærðfræðinni og því að mér finnst mjög gaman að geta unnið frá báðum hliðum að úrvinnslu gagna og í svona rannsóknum eins og þessari.